Góðan daginn. Ég heiti Guðrún, kem frá Matvælastofnun og þar með reglugerðir aukaafurðir úr dýrum inn á minni borði. Ég ætla að reyna að takast á við þá áskorun að fara í stuttu máli yfir þessar reglugerðir á mannamáli. Við skulum sjá hvernig það tekst til. Við getum kannski hugsað okkur þegar við förum í gegnum þessar glærur að við séum fyrirtæki í nýsköpun hugsanlega með einhverjar aukaafurðir úr dýrum í höndunum og það þá spurning hvað þurfum við að glögga okkur á svona í grunninn varðandi þessar reglugerðir. Við þurfum að byrja á því að átta okkur á því hvað eru aukaafurðir úr dýrum eða aukaafurðir dýra eða ABP, svona ýmist hvað við notum yfir þetta. Skilgreiningin þessi að þetta eru hlutar dýra eða afurðir úr dýraríkinu sem eru ekki ætlaðar í manneldi. Þannig að það er stundum talað heyrir maður aukaafurðir úr dýrum sem þá inn í matvælafyrirtækjum þegar það svona einhver hliðarafurð sem verður til í framleiðslunni, eins og til dæmis þorsklifrin sem að Daði var að tala hérna áðan í fiskvinnslufyrirtækinu. En það í rauninni ekki í þessari skilgreiningu sem aukaafurðir dýra af því að það eru matvæli, en við erum að tala það sem ekki ætlað í matvæli. Aukaafurðir dýra eru möguleg uppspretta áhættu fyrir heilbrigði dýra, manna og umhverfis. Og það skal takmarka þessa áhættu með því að farga þeim á öruggan hátt eða nýta þær á öruggan hátt. Og við höfum einmitt stundum orðið vör við það að fólk talar aukaafurðir dýra sem úrgang. Alveg sama í rauninni óháð því hvort það fari sannarlega í förgun eða hvort það sé nýtt áfram sem hráefni í frekari vinnslu. Og við höfum svona reynt að taka þá umræðu og reyna að ná fram þeirri breyttu hugsun að aukaafurðir dýra sé ekki endilega úrgangur til þess að reyna að ná fram kannski bættri umgengni aukaafurðirnar. Af því ef við erum með eitthvað í höndunum sem hráefni frekar heldur en úrgangur, að þá eru kannski meiri líkur á því að maður virði heilbrigðisreglur við meðhöndlun á þeim og nái þannig að nýta þær á öruggan máta. Tilgangur reglugerðanna að fyrirbyggja eða draga úr þessari áhættu og þar lögð áhersla á að rjúfa hringrás smitsjúkdóma. Hér á landi í gildi Evrópureglugerð nr. 1774 frá 2002 og hún kemur í rauninni til eftir kúariðu og gin- og klaufaveikistilfellin í Bretlandi sem að kannski kom til af því að nautgripir voru fóðraðir á kjötmjöli sem að var hugsanlega með sýktum nautgripum í og svín fóðruð á eldhúsúrgangi með dýraafurðum og þar jafnvel sýktum svínum. Þegar við erum svo búin að átta okkur á því að við séum með aukaafurðir þá þurfum við að gera okkur grein fyrir því í hvaða áhættuflokka það falla. Og þar eru 3 flokkar. Fyrsti flokkurinn áhættumestu flokkurinn og þar kannski fyrirferðarmest áhættan vegna riðu, svo sem áhættuvefur sem í nautgripum og sauðfé og þar fjarlægða og einn riðusmitað efni, en þarna eru líka til dæmis skæludýr, tilraunadýr, eldhúsúrgangur utan EES. Næstur það annar flokkur sem einnig áhættumikill flokkur. Þar eru til dæmis sjálfdauð dýr, húsdýraáburður, innihald meltingarvegar. Og svo það þriðji flokkur sem áhættulítill flokkur og þar mesti möguleikinn á nýtingu. Þar eru meðal annars hlutar af dýrum sem eru hæf til manneldis en eru ekki ætluð í matvæli. Og það getur ýmist verið af því að þessi hlutar eru bara ekki þess eðlis eins og hófar eða feldur eða fiður eða eitthvað sem maður kannski ekki mjög spenntur að sjá á diskunum hjá sér. Eða af því að það hefur verið tekin ákvörðun að þeir eigi ekki að fara í matvæli og sú ákvörðun ekki afturkræf, við breytum henni ekki. Í þriðja flokki eru einnig tilbúin matvæli úr dýraríkinu sem ekki lengur ætluð til neyslu, getur verið útlitsgalli eða eitthvað útrunnið eða eitthvað slíkt og einnig eldhúsúrgangur sem ætlaður í vinnslu. Reglugerðirnar eru settar upp þannig að það sem ekki tilgreint í fyrsta flokki með mestu áhættuna eða þriðja flokki með minnstu áhættuna, það fer sjálfkrafa í annan flokk sem getur þá verið eitthvað sem óvíst hver áhættan á bakvið það. Þegar við erum búin að gera okkur grein fyrir því að við séum með aukaafurðir, við vitum í hvaða áhættuflokki og þá getum við farið að skoða
hvað við getum gert við þær. Og þessi mynd kannski sýnir svolítið, eða vonandi, að eftir því sem áhætta minnkar þá aukast möguleikarnir á nýtingu. Og ef við byrjum til dæmis, eins og við sjáum fyrir fyrsta flokk, þar er það förgun eða afleiddar afurðir, sem ég ætla að fara aðeins betur í hérna eftir. Svo þegar við erum komin niður í annan flokk, þá getum við til viðbótar farið að skoða lífgas eða moltugerð, jarðvegsbæti eða loðdýrafóður. Svo erum við komin niður í þriðja flokk sem er minnsta áhættan og þá bætist við möguleikin á því að útbúa fóður fyrir gæludýr eða alidýr. Afleiddar afurðir eru í rauninni afurðir með lága áhættu sem eru samt ekki ætlaðar sem fóður eða áburður eða jarðvegsbætir. Þær eru þarna kannski innan sviga núna af því að í núgildandi löggjöf eru þær eitthvað tilgreindar en það er svolítið þröngt og svona niðurnjörva það sem er fjallað þar. Í nýju Evrópureglugerðunum sem eru gildandi í Evrópu núna og eru vonandi bara væntanlegar til innleiðingar hér á landi bara á næstu misserum, þar opnast meiri möguleiki með þær að fyrirtæki geta betur skilgreint sjálf afleiddar afurðir en þá er það ábyrgð framleiðandans að sýna fram á þessa lágu áhættu og það getur meðal annars verið með öruggum uppruna, öruggri meðhöndlun eða öruggri endanlegri notkun og reglugerðirnar í rauninni setja alveg upp þann ramma sem þau atriði sem þarf að sýna fram á í rauninni. Til viðbótar má líka nefna að við þurfum líka að huga að annarri löggjöf heldur en löggjöfinni aukaafurðir dýra. Til dæmis það þarf að hafa í huga sóttvarnasvæði með tilliti til dýrasjúkdóma og svo koma einnig inn atriði í fóðurlöggjöfinni og áburðarlöggjöfinni. Svo kannski kem ég stutt hérna inn á í lokin svona almennar skyldur vegna aukaafurða. Við þurfum að safna þeim, við þurfum að auðkenna þær og halda þeim aðskildum, við þurfum að hafa fyrsta flokk hérna til sér og þriðja flokk saman, við eigum ekki að blanda þeim saman, en ef við myndum gera það þá þurftum við að meðhöndla allt sem fyrsta flokk af því að það er mest áhættan. Við flutning þarf að merkja með áhættuflokkunum og þessum lýsingum, eingöngu til förgunar fyrir fyrsta flokk, óhæft til fóður fyrir annan flokk og óhæft til manneldis fyrir þriðja flokk. Flutningun þarf að sjálfsögðu vera öruggur og við þurfum að tryggja rekjanleika. Og það er kannski helsta tólið viðskiptaskjöl, svokölluð, sem eiga alltaf að fylgja við flutning á aukaafurðum dýra. Þau eru útbúin í 3 inntökum og það er eitt fyrir sendandi, flutningsaðila og viðtakanda. Þar þarf að koma fram ákveðin atriði, meðal annars hvað er flutt, hve mikið, hvenar, hvaðan, hvert og hver flytur. Og fyrirtæki sem koma að einhverju með aukaafurðum dýrum þurfa einnig að halda ákveðið skráarhald. Þetta var svona mín tilraun í mjög stuttu máli að fara yfir þetta á mannamáli. Þetta er kannski meira svona grunnurinn í hugsuninni á bakvið þessar reglur varðandi aukaafurðir dýra en svo er sjálfsögðu reglugerðirnar sem þeim fylgi mun ítarlegri og þar þyrfti þetta fyrirtæki sem vera þessum hugleiðingum að skoða hvað gildi það sem það er með í höndum. Takk fyrir. Þakkum Guðrúnu kærlega fyrir. Við höfum tíma fyrir einhverjar spurningar. Við vissum að það er margt sem brennur á fólki hér. Kannski bara, ef ég ímynda mig nú að mig langi til að búa til áburð úr seyru og þetta er nú eitthvað sem er á forsíðu Bændablaðsins bara frá því á 15. Hvað á ég að gera? Þá í rauninni kannski ferðu svolítið í gegnum þetta. Seyra erum við að tala afurðir úr dýraríkinu sem eru þá ekki ætluð í manneldi og í rauninni hvað þú veist, hver er áttan á bakvið það, hvað langar þig að gera, í hvaða form myndi það falla og skoða svo í rauninni hvaða reglur gilda það nákvæmlega, hvað þú þarft að uppfylla, þarftu að vinna það einhvern veginn ákveðið eða slíkt.
Ok. Já, það vita kannski allir svar við þessari spurningu nema ég. Ég að velta fyrir mér af því að nú verið að tala það að í borgum og bæjum þá safnist mikið af bíómassa í það flyst frá landsbyggðinu og inn og síðan þetta í skolpi og vatni og allt og það sé verið að ræða það að endurvinna það og nýta sem áburð. Það leyfilegt á Íslandi í dag eða þarf að gera einhverjar breytingar á áburðarlöggjöfinni? Þetta mikið rætt í Noregi einmitt þetta. Þessi hringrás, fosfors og allt sem að fer bara út í sjó. Ég þekki bara því mér ekki áburðarlöggjöfina alveg nóg vel en sko mér skilst það að sé held ég eitthvað verið að endurskoða hana með tilliti til þess sem lífrænn áburður í rauninni sko og þannig að já, vonandi verður það aðlagað betur því í rauninni sko. Eru fleiri spurningar? Já, það Páll Kolka hjá Umhverfisstofnun. Nú fæ ég einhverja frábæra hugmyndum að nýta auka afurð. Ekki seyru, heldur einhvað annað en ég fór aldrei í gegnum opinbera stjórnsýslu þannig að ég kann ekki að lesa reglugerðirnar. Hver get ég leitað til þess að fá aðstoð í gegnum þá ránkala? Við þú myndir í rauninni leita til okkar og við myndum reyna aðstoða þig með þetta. Við erum kannski því miður ekki alveg nógu vel búið með upplýsingaefni á heimasíðunni hjá okkur og annað en það í vinnslu og kemur vonandi líka meira með nýrri löggjöf. En já, stuttasvari í rauninni bara að hafa samband við okkur. Ef maður stutt hérna, það áhugavert í þessu samhengi auðvitað að tækifæri til nýsköpunar eru svo ofsalega mörg og við höfum hjá Matís tekið þátt í meðal annars að þróa lítið sláturhús með bónda og seglbúðum og það var auðvitað heilmikið mál má segja að svona fara í gegnum þann feril allan. Hins vegar það svoleiðis að það mjög aukin eftirspurn eftir afurðum í matvælayðnaði og annars konar afurðum úr lífhagkerfinu sem eru tengdar við uppruna. Það mjög aukin eftirspurn. Á sama tíma talið að hagkerfið sem tengist matvælasvindli sé stærra heldur en hagkerfi fíkniefnasölu í heiminum. Og vegna þessa meðal annars þá núna verið að undirbúa reglur í Evrópu sem að miða að því að takast á við food fraud eða matvælasvindl. Og það alltaf líkur til þess, hann var nú hérna fyrir bara viku síðan, forstjóri EFSA, European Food Safety Authority, alltaf líkur til þess að eftir segjum 6 til 8 ár þá þurfi íslenskir framleiðendur að geta sýnt fram á ekki bara að varan sé örugg, heldur að það hafi í engum tilvikum verið átt við vöruna. Til að mynda þetta sé raunverulega frá seglbúðum en hafi ekki farið í gegnum eitthvað annað sláturhús, nú að það hafi ekki verið bætt í þetta öðrum efnum heldur en standa á innihaldslýsingum og svo framvegis. Og í þessu felast auðvitað gríðarlegt tækifæri fyrir upplýsingatækni landið Ísland en á sama tíma auðvitað klárlega þarf að taka til hendinni. Ég kannski til að koma inn á þetta einmitt með þetta með rekjanleikan í aukaverðum dýra að nú náttúrulega búið að leggja svo mikla áherslu á það þessi rekjanleiki í matvælum og við viljum vita hvaðan maturinn okkar kemur og annað slíkt. En rekjanleiki í aukaverðum dýra líka mikilvægur. Til dæmis sér maður eins og eftir það sem kom upp í Evrópu þar sem kom í ljós að það voru tilraunahross sem voru sett inn í fæðukeðjuna sem matvæli en þau voru aukaverðir dýra og þar klikkaði rekjanleiki til dæmis. Sett inn sem nautakjöt, það að segja. Já. Herðu, takk kærlega. Takk.